Komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í Elko-deildina mánudaginn 17. mars klukkan 19. Það er það sem við erum að gera akkurat núna. 19:01. Afsakið töfina. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og er með ykkur hérna í kvöld og mér við hlið Aron Fannar, Dynamic Duo, back at it again. Back at it again. Hvað er þetta? Við sáum tveggjast á hittatölu það, sko. Já. Við viljum ekki bara byrja því að ræða það. Sko, ég bý í Bottlanga. Já. Og það er ótrúlega fyndið að leið og hitast ég fyrir yfir 5 gráður að þá er eins og allir krakkarnir komið svona út og dvala. Já. Það bara svona lifnaði yfir hverfinu. Það voru allir út að leika og já, strákarnir mínir verandi svona félagslegu fiðrildin sem þeir eru drógu bara hálfa félagsmiðstöðuna heim í dag. Þegar mest var þá vorum við með 6 krakka í heimsókn. Í samrækist. Nei, það var geggjað. Já, leikið úti og haft mjög gaman og ég naut góðs af því að vera hérna í Elko-deildinni af því að ég var með smá lúk nammi fyrir krakkana. Þannig að Ég býnur áhyggjur af þessi hjá þér, sko. Þetta kirkið, sko. já. Þetta er ákveðið lúk, sko. Lúk. En örugglega ekki gert í staðinn fyrir mig. En já, þannig að það var mjög gaman. Og svo undir lokin og þá fengu þeir að spila smá Fortnite. Fengu að koma inn og fengu að spila smá í tölvunni og svona. Það var eftir að ég tók sko back-to-back dubs. Damn. Ég er búinn að vera killing it, sko. Og talandi ástæðan fyrir ég er búinn að spila svona mikið því að þessi keppni okkar hérna er búinn að vera svo skemmtileg. Og núna erum við að spila squad fyrir þá sem kannski ekki vita og squads eru bara 2 vikur. Þannig að við erum bara með 4 leiki, við erum búin að spila 2 í síðustu viku og við erum bara að spila 2 í kvöld og þá er sigurvegarinn bara kominn. Við erum ekkert með mjög mörg lið sem er að taka þátt af ýmsum ástæðum, sumir þurftu að fara erlendis, aðrir náðu ekki að búa til squads. En þegar við spurðum samfélagið hvort við vildum halda squads mótinu til streitu eða gera einhverjar breytingar, þá voru allir tilbúnir að halda squads gangandi. Og núna erum við komið með sennilega eina mest spennandi stöðu af þessu tímabili hingað til. Yep. En það er það að það er jafnt á toppnum. Það munaði sannst 1 stigi í lokinu á síðustu viku en toppliðið fekk -1 stig út af því að hafa byrjað að berjast aðeins og snemma. Já, munaði eitthvað nokkur sekúndum. Já. En já, vissulega fengum -stig fyrir það. Þannig að hérna sjáum við að efsta liðið er Peterbot, Sigmar, Kristó og ekki Gabbi sem er með þeim, eða Mythic, ég held að það sé Mythic, já. Og svo Dr. Hákon, Jensina, Denas 13 og Kristó eru þarna í öðru sæti. Það er Lester sem er með þeim. Það er Lester, já. Já, það er Lester, sjálfsögum. Og svo er eitt sem ég vil minnast á, sem ég fór vitlaust með í síðustu útsendingu. Kristó, hann vann 5 leiki í solos. Svona marga? Já. Það er málið. Hann vann alla leikina sem að Kristó eða Denas unnu ekki. Ég held að það væri bara einn. Já, ég er að segja, okay, en það var alveg sko, þeir voru með 7 sigra á mann. Já. Og svo vann Kristó 5 og svo var einhver sem vann Emil held ég, sem vann 1 leik líka. Akkurat. Þannig að þá leiðréttist það hér með og bara endilega ef að við förum með eitthvað svona fleipur þá bara sendið mér skilabóð og við leiðrétt það í útsendingunni. En hérna sjáum við stöðuna, 128 stig hjá þessum 2 liðum, 28 stigum þar á eftir kannski svona getum talað flokk nummer 2 sem er að keppa hérna í þessu móti. Já. Eru þessi 3 lið, þá sérstaklega sko Steffen, Gnar, Steini, 3-4-5 sem eru svona á þessu range að geta barist 3. sætið. Já. Það verður alltaf erfitt, sérstaklega með svona fálið, að ætla að fara að koma sér upp fyrir þessi 2 lið á toppnum sem eru með 28 stiga forskot á 3. sætið. En samt, vissulega hvað ætlum við að gera þetta fyrir jafnt? Það fyrir náttúrulega bara ekki sigurum fyrst og síðan fellum. Já. Bara borða. Það er ekki hægt að vera með lúkalúk hálsmenn og ekki borða. Og ekki borða það, ég er ekki náttúrulega smakar eða. Ég vil segja, þetta er gott sko. Á tönn? Ég er að því miður þá erum við ekki með sko nýtt nammi frá lúkalúk fyrir mig til þess að fara yfir í dag. Þannig að í staðinn þá erum við með þessi nammi hálsmenn hérna.
Það var alltaf geggjað ef við getum líka verið að taka þessu útsendingu bara úr beinni í framsætinu á einum Kia rafbíl, sko. Við þurfum að gera eitthvað í því. Ég er að segja það, sko. Kia frábæri bílar. Ég er búin að taka eftir því, það er mjög mikið að gerast núna vestanhafs í Bandaríkjunum. Fólk er svolítið pirrað út í Tesla og er svolítið að skipta út Teslunum sinni fyrir Kia, einmitt. Er svona eitt af go-to brands, Kia og svo Hyundai og eitthvað svona, en Kia eru okkar menn. Klálega. Þannig að ef einhver er að spája að skipta út Teslunum sinni, þá mælum við með Kia. Þú séð nýja Sorrentoin. Nei, er það? Já. Hlakka til að sjá. En þetta er allavega staðan. Við erum að fara að spila 2 leiki. Það eru 128 stig á topnum. Það er hnífjafnt. Og þá er spurningin, hvað áhrif hefur það á leikin? Núna gætum við bara hugsað að það er bara 0-0 hjá þessum liðum. Þeir eru bara að byrja á sama grunni. Þannig að hvernig heldurðu að þessi 2 lið sé að fara að nálgast þessa leiki og af hverju er að fara að vera svona ógeðslega mikil munur á því hvernig er nálgast fyrsta leikinn og annan leikinn? Ég held að verði ekkert svo mikil munur á því. Ég held að halda bara sínu. Eina sem dettur í hug er að Peterbot og Co. Þeir vilja örugglega, þeir verða eiginlega bara að vinna leikina. Vegna þess að þeir eru nú þegar yfir í fellum. Já. Og þú veist, ef að þeir segjum svo að við endum jafnir í kvöld, þá náttúrulega fyrir við fyrst og fremst í sigrana og síðan með fellur. Þeir eru nú þegar yfir í fellum, þannig að þeir... Ég meina, þú veist, gerum bara ráð fyrir því að þú veist, það fari 1 sigur per lið, skilurðu. Að þá eru Kristó, Peterbot, Sigmar og Lester í betri stöðu, af því að þeir eru með fleiri fellur. Á meðan að Dr. Hákon Jensen, Denas og Kristó eru í verri stöðu, af því þeir eru með færri fellur. En núna það sem ástæðan fyrir ég spurði þig af hverju þeir eru að fara að nálgast þetta leiki öðruvísi er út af því að hvað gerist þegar að segjum bara að Kristó og Co. hérna vinni leik 1 og eru þá með 15 stiga fórskot eða eitthvað á töflunni. Það er svo erfitt að láta það sko leave it up to chance, að skilja það eftir svona fyrir bara að varpa hlutkesti það hvort að þeir nái síðan að vinna þá, taka sigurinn og fá nógu mörg stig til þess að ná toppsætinu. Við vitum það að þessi 2 lið eru búin að vera að berjast í öllum mótum, öllum tímambilum og það er svolítið þessi rauði þráður, Denas og Kristó, svo ertu með alla gæðina sem eru búin að vera sko í öðru sæti og uppeftir, eru búin að koma inn í liðin þeirra. Þannig að ég held að liðin sem tapar fyrsta leiknum muni spila aggressívar í öðrum leiknum, en af því að við erum að spila skrimreglur, þar sem að má í rauninni ekki berjast fyrir að 50 hringur birtist, að þá held ég að tíminn verði notaður í að spotta hvar hinir lendir og þess og þar. Já. Af því að það er líka ekkert sem bannar að á meðan að 4. hringurinn er að lokast, að ég hlaupi bara og bara hei, ég ætla að byggja hérna við hliðin á þér. Af því leiðu þessi hringur lokast, þá ætla ég að fæta þig. Og það er það sem ég geti síðan koma inn í leik nr. 2, af því að það eru besta leiðin til þess að tryggja, til þess að sé í þínum höndum að vinna mótið. Af því að annars ertu alltaf að skilja það eftir fyrir tilvíðun. Hvað ef þeir bara sópa restina af servernum og vinna síðan leikið, þá ertu bara í vesinni. Og sérstaklega þegar við erum bara með 6 lið og þá er aukur líkun á töluvert að gera þetta 50-50 heldur en og koma að leyfa hinum liðanum að vera með í þessum bardaga, sko. Já. Af því að við vitum ekkert, skilur við, leið og bardaginn fer á stað, þá veistu ekki hvaða liðin sem vann leika 1 er að fara að ná mörgum fellum, hvað er að fara að komast langt, hvort þau sé að fara að lenda í vesinni í rótitinu. Það eina sem þú veist er ef að þú tekur á leik, að þá geta þeir ekki unnið þig. Já. Veist, og þá er það á þér núna að ná í nógu mörg stig til að taka fram úr. Og þetta er svona spurning bara hversu mikla ábyrgð viltu taka á þinn eigin frammistöðu, viltu taka sensin og segja hei, við höldum við sem betra liðið og við höldum að í fleiri leikjum að þá komumst við lengra, þannig að við ættum að vera að fá meiri stig en þeir bara með að spila okkar leik. Já. En svo breytist það þegar þú ert alltaf inn komin undir og það er bara 1 leikur eftir. Ég sé ekki hvernig það getur farið öðruvísi. Bara persónulega, ég sé ekki hvernig það getur farið öðruvísi. En talandum, það er búið að vera patch. Já. Þannig að það eru breytingar. Þú tala um einhvern bor áðan, heyrði ég. Já. Heldur að hann sé í? Ég bara býst við því. En hvað, er þið bara með Milwaukee borvél eða hvað? Nei, þetta er svona komist stór bor, skilur við, með svona stórum borhaus. Og
og þú þetta notar eins og þannig að mannstu rocket ramið þannig að Já. þú veist þannig að dótið til að brjóta Já. svo flugstu með því þetta er basically það Sama koncept bara. Já, það er sama koncept nema að núna getur þess að sko þú getur sett hann á stað svo getur þú hætt í loftinu og svo getur kveikt á honum aftur þannig að þú veist þú getur svona Þannig að þú getur bara að fara yfir mappið þess vegna. ekki alveg því að hann klárast á endanum sko. Já. Og svo ef þú hægri smellir, af því að ég er á PC, að þá gerir þú svona drill attack. Þannig að ef þú stendur á gæðinu þá svona borar og gerir 20 skada á sekundu eða eitthvað. Og það er alveg, þú veist, frekar fínt. Það er fínt þess að komast inn í byggingar, sko. Já, og ég myndi halda að þetta væri geggjað að nokkur leiti. Það væri geggjað til að krassa build hjá öðrum. Já. Af því að þú bara ert að bora og meðan þú ert að lenda hérna og svo bara borar því, bara allt inn komin inn í bóksi hjá einhverjum. En líka bara þetta bætir við þessu mobility sem við erum búin að vera að kalla svolítið eftir að núna ætti allir að geta verið með sérstaklega með þessar skrimreglur ætti allir að geta verið búin að finna sér bor og verið hérna fljúandi á milli. Best eftir því hvort þetta sé svo í competitive eða ekki. Já, ég bara, þú veist, ég sé ekki af hverju þeir ættu ekki að hafa það. Þeir hafa gert. Ég veit en þetta er ekki svona, þú veist, þetta er ekki bílar, þetta er ekki eitthvað svona game breaking, þetta er ekki, þú veist, að þú ert hérna, það er ekki hægt að gera skada á þig og meðan þú ert að hreyfa þig að neitt, skilur, þú veist, þetta skjóta úr loftinu og allt þetta. Þannig að þetta ætti ekki að vera, þú veist, of mikið, hérna, kaos inn í keppnistótið, þannig að ég krossa allavega að putta af því að ég held að þetta sé þörf viðbót heldur en að vera bara með kilvuna. Já, við tökum öllu mobility fagnandi, sko. Já. Því að kilvan er bara, hún er orðin of lítið, sérstaklega í squad. Ég get alveg séð kilvuna virka í, þú veist, solos eða duos, það sem þú ert að fá kannski svona aðeins meira, en ef þú ætlar bara að reyna að hlaupa, það skiptir einhver máli hversu hratt þú ert að hlaupa, það eru 4 að skjóta þig, sko. Já, það er vesen. Þannig að það er bara þannig. Svo erum við með Pump and Dump. Byssuna. Sko það er. Nei. Þannig að Fortnite voru að setja nýja byssuleikinn sem er sem sagt SMG og haglabyssa í einni byssu. Þannig að núna sem sagt, þá heldur þú á haglabyssu í hægri hendinni og SMG í vinstri hendinni. Dual-wieldar? Já. Og svo er sko hérna vinstri takkinn er að skjóta úr hérna SMG-unu og hægri takkinn er að skjóta úr sjólunni. Og þetta er bara með sama aimið. Þannig að þegar þú fætir eitthvað gæja, þá bara heldur inn í báðum tökkum og ert bara... En þyrfti ég að reloada bæði í einu á saman tíma, eða þú veist? Nei, þú getur hlaðið annað í einu, sko. Hérna, en sem sagt, það fer það eftir því. Ef þú ert búin að skjóta úr báðum byssum og ítir á R, hliður fyrst eina. Og svo ítir aftur á R, þá hliður hina. Heldur hlaðir SMG fyrst og svo shotgun. Ef þú ert búið með öll skotin í báðum, þá hliður það báðar í hinu. Spá hvernig þetta virka í þessu. Og þetta er svona töff animation. Þú hendir byssunum, tekur upp nýjar. Ég er alltaf að þessu. Þetta er í fyrsta skiptið í íslenskri sjónvarpssögu sem að einhver tekur finger guns með nammi-hálsmenn í beinni útsendingu. Ætla við segjum fyrstu? Staðfest, já, staðfest. Það er svoleiðis? Það hefur enginn gert þetta áður. Þetta er first í sögunni. Met slegið, maður. Það er þannig. Erst þú ekkert búin að spila Fortnite þetta? Nei. Ég er bara vinnandi maður. Já. Nei, ég er í milli ástandi. Nú? Því að ég er ekki með PS2 heima mér svo er. Og ég er með PlayStation og ég nenni ekki að vera að spila það eitthvað með fjastringu upp í sofa þegar ég kann ekki fjastringu svo. Þannig að ég... Það er erfitt. Já, þannig að þetta er búið að sitja svolítið á hakanum hjá mér. Já. Ég kem hinga, fylgist með. Já. Þess að ég fara ekki frá hver, sko. Ég get ekki tala við um þetta þessu, sko. Ef ég myndir á mér svona, ég er að tala við þig og... Er þetta ekki viðurkenning fullorðna? Ef ég myndi mæta bara á stjórnarfundi í fyrirtækinu mínu og bara svona setjast niður og bara, jæja, þú að fara yfir hérna fjármálin til að byrja með og eins og við sjáum þá erum við búin að standa okkur þokkalega í fyrsta ásjónungi. Sko vandamálið mitt er ekki að þú setja að þessu. Þetta vandamálið byrja þegar það er, hei, Óli, hérna... Já. Hvað? Ég bara normalize this. Takk. Getum við bara öll verið sammála um það, þetta sé bara fullkomlega eðlilegt. Þetta er geggjað. Þetta myndi hjálpa manni líka sko að halda í stemminguna á svona löngum fundum. Ég get ekki við. Það er náttúrulega
Já, Þetta aðeins og þrjótt fyrir mig. blóðþrýsting var hár sko, ég fann það. Ég með far? Já. Nei, ég Ég með hund heima sko. Nú. Svo tekið það mér, hann finnur lyktina af þessu. Já, þú mátt það ekki, sko. Ja, þú veist, ég held að það myndi svo sem ekkert gerast, þetta ekki súkkulaði, sko. Nei, ég veit það, en það var pyrrandi. Já. Já. Hann áttur að sleikja var hálsinn. Ég að segja það. Já, ég held að þú var að tala um að hann myndi borða þetta. Nei, hann myndi bara ekki láta mig í friði. Já, sérstaklega, þú veist að svona setja þetta upp í þig og setja það síðan aftur utan hálsinn. Já, nei, þá Þá býtur hann. farið svona klístur, sko. Sem ég geggjaði, sko. Það er krakkamúfið, sko. Já. Sérðu ekki fyrir þér, þú veist, svona alþingi. Svona þingmaður upp í pontu og svona, já, fórseti, hæstvirtur forsætisráðherra kom hér áðan og talaði um orkum og væri geggjað maður, þú veist, hver ákvað, á hvaða tímapunkti ákvaðu að nammi hálsmenn væri bara fyrir börn? Nei, hefur ekki séð eins og þú að halda fund eða þú vilt virkilega ná athygli fólksins. Byrjið að hella vatn í glas og þetta pása á meðan. Já. Sérðu virkilega hverju með athygli maður? Já, það má ekki segja neitt á meðan. Nei, það var dauða þögn að mynda að hella vatninu. Já, ég var í gæðin sem myndi alltaf gaspara þarna, sko. Ég veit það að þú sá gæði, sko, en almenningurinn er þannig að þeir stoppa líka. Já. En að vera að halda fund og síðan bara taka pásu. Það er geggjað múf, sko. Þú veist, það væri bara svo skemmtilega ef að við sem fullorðið fólk gætum svona aðeins fundið gamanið aftur. Það væri betra. Skilurðu? Bara svona af hverju þarf af hverju þarf starfsmannafundurinn að vera svona alvarlegur, skilurðu? Af hverju er ekki bara kandifloss og heliumblöður? Svo á mínu fundum þegar ég segi brandara, það var eins og ég segi. Ég má segja mína brandara, ég tekið vel í það hjá mér, sko. Já, bara og eru inni allan heim, sko. Ég vildi þetta bara Aron hættu þessu. Við erum að reyna þá er það hérna öruglega. Við erum að reyna, en leið mér að halda annað, skilur við, ekki við. Já, það er ekki fyrir. Nei, þau eru bara leiðilegt fullorðið fólk. Þú ert fullkominn. Það er bara þannig. Ég náttúrulega varð ekki fullkominn fyrir ykkur til hóverðina, sko. Já, það er náttúrulega enginn jafn hóvær. Ég er svo hóvær að þú myndir ekki trúa hvað ég er hóvær. Það getur enginn verið jafn hóvær og ég, sko. Nei, það er ekki sens. Það er ekki sens. Nei. Ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað merki um það að við höfum að tala um eitthvað annað. Það er eitthvað breyting. Já, það fyrst er nöfnin, en stíin eru líka vitlaus. Pælið í, þetta er það sem við þurfum að vinna með, sko. Þetta er það sem við fáum bara fram vitlausa stöðum. Nei, þetta var svona flott grafík. Já, grafík, við fengum bara enga viðvörun. Pældu í, sko, allir í vinnunni í að lengja alltaf grafíkinni hvert skipt sem við bætum fólki við liðið. Já, þetta er svona, ég ætla að segja að þetta ætti að vera svona 10 mínútur. Veistu, það er eitt sem ég vil taka eftir upp á síðkastið, búið ansið góðu stígandi í skrimmunum inn á Fortnite Ísland. Ég svona gældi við það að taka þátt, það var eitthvað svona sólóskrims og eitthvað, en svo náttúrulega fattaði ég að þetta er build og þú veist, mín þáttaka þar myndi svona felaði í sér að vera að beygja mig og... Akkur eru við bottar í skrimminni hérna? Já, alveg á myndu núna. Nokkuð sem að ég ekki róð í neina þarna, sko. Nei. En ég vildi svona hvetja fólk til þess að taka þátt í þessum skrimum af því að þetta er mjög skemmtilegt, þú veist. Það er gaman að fá að spila með öðrum Íslandingum, það er stemmarinn á Discordinu, fólk er að hittast og hafa gaman og svo er þetta líka bara geggjuð æfing fyrir alla keppnisleikina. Það eru núna, þú veist, alltaf að aukast, það koma fleiri ungmennamót og það eru náttúrulega deildin. Við erum með góðan stíganda í þessu öllu saman. Þannig að ég mæli með því, ef þið eru ekki, finnið þið Fortnite á Íslandi, Discord-serverinn, það er mögulega einhver mod sem getur setta í chatið, link á Discord-serverinn. En ef þið eruð ekki þar, farið þið þar inn, takið þátt í samfélaginu og látið þið sjá okkur. Því að það er alltaf svo gaman að spila saman. Já, það er bara, ég nenni ekki að spila öðru sér. Nei, ég er ekki með mikið að spila félögum í Fortnite, ég skal viðurkenna það. Ég spila mest með börnunum mínum. Það eru spilafélagar. Já, og svo spila ég með svona duo fill, sem ég fylli inn með fólki. Heldis fill? Nei, mér finnst það skemmtilegt, sko. Ég spila nefnilega með mikrofón og ég er svona að reyna að spjalla við fólk, kynnast fólki og svona
reyna að nota þetta sem svona glugga til þess að læra aðra menningar heima, sko. Og spila Mér var alltaf gaman þegar ég var að spila, segjum það ég og þú vorum að spila dúos, að fara í tríos, Phil, og kalla hann alltaf Phil. Talandi PHIL. Ok, núna skil ég okkur að það er alltaf verið að segja hægt að segja brandara. Ég er að djóka, þetta var fyndið. Þetta er góður hrekkur, ég fíla þetta. Af því að, sko, ég fíla þetta og ég fíla þetta ekki. Þetta er bæði, sko, þetta gerir skemmtilegra, sennilega eina leiðilegustu aðstöðu sem þú getur verið í tölvuleikjum. Þar sem að þú ert, sko, 3. eða 4. hjólið eða 5. hjólið með öðrum sem að spila saman. Þetta er svona eins og hérna í League of Legends sem dæmi, þá getur þú spilað, sko, þá var það þannig að spila 4 saman og fengið 1 til þess að fylla. Þeir tóku út þann valmöguleika af því að þeir leikir voru að skora svo mikið lægra á, sko, ánægju skalanum. Wonder why. Já, það sem alltaf bara, sá sem var 1, hann var bara alltaf, þú veist, sick á meðan að liðið var að taka sakk, sko. Og þeir allir 4 á Discord að tala sér saman og þeir á endanum voru bara, herri, við erum bara að tapa spilunum á því að bjóða upp á þetta. Þannig að þannig er þú búin að allavega að gera þetta þannig að það er samskipti við mann. Já. Og stemmari, þú veist. Þannig að það var bara spurningu það hvort að mann skal taka í það eða ekki, sko. Það er ekki undir mig komið. Nei, hvernig hefur það gengið? Hefur fólk verið til í þetta? Fólk finnst þetta bara að fyndi. Já. Við erum bara tekið nafnið Phil. Já. Ég bara svara þessu bara. Já, hey Phil. Já. Hvað myndir þú gera þessu? Þú veist að tala það. Ég myndi bara hlæja og hafa gaman að, sko. Já. En ég myndi líka sennilega ekki spila, sko, tríós Phil. Mér finnst það of mikið að vera komið með, sko, leiði ég komið með 2 óþekktar stærðir. Já. Það finnst mér of mikið. Því ég get spilað duos, eins og bara báðir sigrarnir sem ég tók fyrr í dag. Báðir sigrarnir sem til Flex. En hérna... Back to back, sko. Back to back. Að þá vann ég á 1. Lísverðin mig var búin að falla og hérna... í 1 skipti lífa hann, í 2 skipti fjall hann það seint í leiknum að hann hélt áfram að fylgjast með. Þetta er líf og fá ekki döpið, sko. Ég veit það. Það er það. Já. Og hérna, en þetta var svona, þú veist, við vorum búin að ná vel saman, sko. Gott kemistri þar. En að ég segja þess að, hérna, það sem ég klikkað. Ég var með sama liðsfélag í þessu 2 leikum. Já. Hverjar eru líkunar? Og ég kjúaði ekki beint eftir. Heldur, ég tók fyrsta döpið og ég klukkutíma pásu. Nei. Kjúaði í leik 2 og fekk sama gæi og við unnum aftur. Ekki að ræða það? Ángríns. Nefnum hann lífaði í sendaskipti, þannig að hann fekk ekki döpið. Já. Það var klikkað, sko. Hverjar eru líkunar? Við vorum báðir líka bara... Getur ekki verið? Hei. Þetta ekki séns. Já, ég er að segja, það var klikkað. Ok. Sérstaklega með hvað eru margir að spila, sko. Já, hvað, þið voru í ranked build, ranked zero build. Unranked. Já. Sem ennþá fleiri að spila. Já, er það ekki bara 250.000 manns? Já. Þetta var bara concurrent spilarar, skilur við? Að ég fái samanlýslega með klukkutíma millibili og við tökum back-to-back sigra. Það er ekki fræðilegur. Þú veist, það er bara... Nú ert þú að plata. Nei, ég er ekki... Tíu fingur upp til Guðs, hvíta kross á maga og pinky promise, Lilli lofar, sko. Ok. Ég var líka bara í sjokki, sko. Þetta er ótrúlegt. Strákar! Með sama liðsfélag! Og þeir allir bara eitthvað very unimpressed, sko. Allir bara, ok, fór allir aftur að leika. En hérna... Við fullum fólki skiljum þetta. Já, við föttum. Já, þið sjáu ég hérna núna í ticketnum, það gafst stund milli stríða við að hérna finnpúsa nýju fínu grafíkin okkar til þess að setja ticketin Discord Ísland. https://discord.gg/discord.5waff2waff.jjd JJD, já. Það er mjög auðvelt að skrifa þennan hlekk. En ef þið hendið þessu inn þá komið þið í Discordið með okkur og við erum þar, það er alltaf gaman. Ég skal líka segja það, eftir þessi útsending er búin, sko, ég heiti Óli Krummi, innleitum. Þessi útsending er búin, við klárum það við 9. Svo þurfum ég að komast heim, ég er komið heim svona 9:30. Ef einhver er ennþá online, svona 9:30,
þá ég til í að taka 1-2 leiki. Já. En það Zero Builds. Það Zero Builds? Já. Ég skal mjögulega bara tróða mér á tölunum frammi. Já. Af því að, þú veist, ég bara, veistu, það langt síðan að ég hef skemmt mig mikið í Fortnite. Ég hef heyrt eitthvað því. Ég með svo mikið FOMO, sko. Já, það myndi vera það, sko. Já, hann með, það best að vita ég vinn hérna, sko. Þannig ég get ekki einu sinni að gleyma þessu kilju og þetta mjögulega mestast að þetta verið í. Ég meina, þú veist, ég veit ekki, hvað finnst ykkur sem að heima sitja, ef þið í chatinu endilega hendið inn kommenti, eru þið að skemmt ykkur í núverandi patch í Fortnite, hvað fannst ykkur bórin og þessar viðbætur, það væri gott að heyra hvað ykkur finnst, af því að okkur finnst það geggjað, eða mér finnst það geggjað, þú ert ekki að prófa. Mér skaman að horfa á það. En þú veist, þetta orðið þannig, til og meins núna runna ég sko ekki heals í Zero Build sem að skrítið fyrir flesta en ég þá að runna sko Hollow eða Burst-in, svo ég að runna Sjóluna eða Pump and Dump, svo ég að runna Mammoth Pistol, helst Mythicin með 2 skotin, svo ég að runna Kylfuna og svo ég að runna Borin, svo reyni ég að fara og fá úlfamedalíuna, þannig að ég að hlaupa bara á ljóshraða með Kylfuna og svo get ég tekið Borin til þess að close the gap og þá ef ég lendi í einhverju vesinni, þá ég eiginlega alltaf á bíl líka, þá bara í bílinn keyra. Ef bíllinn sprengtur, þá hleyp ég. Ef það er verið að skjóta mig þegar hleyp, þá flýg ég. Já, en það er eiginlega ekki hægt. Líður þér ekkert nakin að vera ekki með skjöld á þér? Nei. Ok. Það er bara eiginlega ekki hægt að ná þér. Af því að þú þarfst að stoppa til þess að skjóta. Hraðinn er slíkur að þetta er bara Usain Bolt. Það er verið að gefa mér nafn hérna. Ég veit ekki. Nei, ég heiti henn. Hann er Aron, er það ekki? Jú. A-R-O-2-N. Já. Arro Fannar. Já, ég veit ekkert hver það er, sko. Það er bara, já, ég ætla að kalla þið það hérna frá. Arro Fannar. Takk fyrir. Við erum það er samt bara 1 R, Aron Fanna. Aron Fanna, já. Þetta er geggjað. En núna fyrir að styttast, það er bara það bil 20 sekúndur í fyrsta leik kvöldsins. Við erum að fara að fylgjast með þessum squad-leik. Þegar hann byrjar þá munu vera nokkrir hringir þar sem að lítið mun vera að gerast og við bara tökum við rólega og höldum áfram að spjalla. Ætlum við eigum replay bara fyrir umferð fyrir það? Já, ég meina við getum lótsað rútunni og svo kannski getum við fengið endursýningar úr síðustu viku. Er það hægt? Já, gerum það. Já, hendur leiknum í gang og fáum endursýningar frá það í síðustu viku. Núna erum við alltaf að henda ykkur svona curveballs. Þetta var alvöru curveball, sko. Já, sjáum til hvað kemur tilbaka. Fáum við aðra stigatöflu tilbaka. Það er það sem kemur upp úr hattinu. Enn einn stigatöflan. Maður heyrir á, sko, alltaf sem að byrja um svona... Stigatöflan! Herðu, nei, stigagjöfin, maður. Stigagjöfin, maður. Já. Herði, hérna erum við, það er rútuferðin, hún er að fara að staða núna, en 0 stig. En endilega fara ég þetta með því, ég verða að taka hálsminn af mér, sko. Sko, við erum með 6 lið, þannig að lágmarks fjöldi stigar sem við getum fengið er 36. Svo eftir því sem ferðu upp, þá ferðu upp hérna í 40, 44, 48. Hérna hækkar þetta í 6 stig á milli sæta, milli þriðja og annars, upp í 54 og svo munar 11 stigum frá fyrsta niður í annað. Fellur gefa þér 1 stig og þetta er svona það sem við erum að horfa á. Bæði lið með 128 stig, þannig að ímyndum okkur bara að það sé 0-0. Segjum að bæði liðin skiptum með sér fyrsta og öðru sætunum sem er sama fjölda fellum. Þá þegar við förum inn í lokaleikinn, þá erum við að horfa á 11 stiga mun á milli þessar tveggja liða. Ef þú ætlar að vinna upp 11 stig, þá þarftu annarkvort að lenda í Victory Royale og þeir lenda í öðru sæti eða neðar, þá þarftu að jafna það, eða þá þarftu að ná 11 fellum umfram andstæðingana þegar það eru bara 24 inn á sörn. Þess vegna segi ég, þú verður eiginlega bara að fara og segja, hei, er þetta þið? Ok, ég ætla að byggja hérna og þá þarf hitlið að segja, herru, við viljum ekki vera að byggja hérna í hliðinu á ykkur, þannig að við ætlum að færa okkur. Og þá ert þú að elda og það sem að ég get alveg síðan fyrir mig gerast er að þegar hringurinn lokast þá eru bæði liðin í einhverjum eldingarleik. Já, ég get alveg trúið því, sko. Og svo bara allt í einu dettur það inn og þá bara og þá byrjar allt og þá mun það sennilega vera eini bardagi sem er í gangi í öllum hringnum. Þannig að allir eru að horfa þangað
og þá getur bæði liðin jafnvel verið strauð út. Hver það munurinn á, segjum svo, bæði lið strauð út, 7. og 5. sæti? Það bara 4 stiga munur. Já, það samt sem á í 4 stiga munur, sko. Það bara máli. Ef þú ert liðið með forskotið, þá er það bara, þú veist, þú væri sáttur og þú bara tekur út andstæðingin í 7. sæti og þú lendir í 5. sæti. Já. Þegar þá ertu samt, sko, eða jafnvel bara þú lendir í 7. sæti ef að þeir lendir í 5. sæti. Já. Ennþá 7 stigum yfir, sko. Pælinga maður, þetta er, já. Þetta er nefnilega klikkað. Já. Erum við með endursýningar af öllum mótum til þess að verða fara jafnt í. Já. Þá er þetta svona öðrulega flóknast að, sko. Út af skrimreglunum og því öllu. Já. Ég meina, við sjáum hvernig það fyrir. Það sem er svo skemmtilegt, Arrow fanar, er að við fáum bara að sjá þetta í kvöld. Við fáum bara að vita hvernig úrslitin fara í kvöld. Það er bara þannig. Já. En við erum komið með endursýningarna frá öllum hansandum í síðustu viku og við skulum fá þær í gang núna þegar við skoðum þær saman. Það var alveg mikið að skemmtilegum hasa sem að gerist í síðustu viku eins og við munum sjá akkurat núna. Og erum við, þetta er Gabbi, hann er með Lexa, Gnar og Emil og þetta var rosalegt maður, hann mætti með kylfuna næstu búin að náðum báðum en fellur hann síðan á móti Halla Blika. Halli Bliki var hans góður í síðustu viku fannst mér, Denas 13 hann með Sigmar 27, við sjáum það að þeir eru að berjast svolítið snemma. Við sáum það líka í báðum leikjunum að það sem gerist í þessum skvadsleikjum er að öll liðin byrja svona að missa 1 og 1. Já. Þannig að er til dæmis Denas bara hlaupa eitthvað ringi í kringum Emil og var Denas á komin í vesen, Lester 1 eftir og þú veist, þetta er það sem ég er að tala um. Þeir eru 1 á 1 með svona langt eftir og svona út úr karakter þessi 2 skot hjá þeim báðum þannig, hvorur hitti. Við hefum svona séð Lester lendi í þessu oftundum áður, hann gleymir að átta sig á hvað er mörg skot eftir í byssunni sinni. Já. Og lendir í basli sko, því það hefði ekki þurft mikið til þess að Denas hefur svona snúið sem við á unni þetta sko. Já. Já, og sem sagt, það er náttúrulega þannig líka bara út af því að ringurinn er búin að minnka svo mikið þegar við byrjum að berjast. Þá er ekki spilarar að falla sko snemma í leiknum og vera síðan rebootaðir. Heldur erum við bara svolítið að horfa á leikin. Ég meina, sérðu, þeir eru allir bara í einni kös þarna. Kristó og Lexi, þeir standa bara hlið við hlið. Það er bara einn veggur þarna á milli þeirra og þetta er svona það sem við erum svolítið að sjá í skvads, þetta kaos. En líka bara að í þessu kaosi að þá eru lið svolítið að lendi því að einn fellur. Þarna alveg Peterbot, hann edita sig niður og rennur bara inn í 3. Já. Núna er Peterbot bara farinn og þá er bara Lester Simon og Kristó eftir í hans liði. Og þetta er að gerast, þannig að við fáum bara 1 og 1 frá úr einhvern 2 liðum upp á sigurinn sem mér finnst geggjað. Frábært. Það er miklu minna, við erum ekki að sjá bara eitthvað, það er 1 4 manna skot allir lifandi á hægkantinu og einhver 1 gæi eftir lifandi á lókantinu sko. En vissulega, það reyndu þeir þetta 3 það. Bara þess að þú sagðir. Já, þeir reyndu það. Hann fellur hann en Steffen innan handar fyrir liðspilaði sinn þarna. Kristó kemur hann í gegn. Nær Aron, flott kombo, tekur ekki eftir Steffen sem er aðeins lengur til hægri og Steffen... Já, líka bara flott svar hjá Neitur sko. Já. Var Jensín og Denas. Já, það voru þeir upp á topp sko. Já, þetta var þegar þeir voru með hægandi. Já. Og það er það sem við sáum, það bara það er algilt í öllum þessum leikjum sem hafa verið í öllum þessum mótum. Hægrandið er með fórskotið og oftar en ekki er að skila sigri í þessum leikjum. Hægrandus king. Það er bara þannig. En að þessu sögðu, nú erum við bara að fylgjast með highlights frá síðustu viku. Svo bara fara inn í leikinn sem er í gangi og fylgjast með því á meðan að fólk er að lúta sig upp og sjá hvort að við fáum einhverja skrýtna eltingaleiki. Já. Það verður nefnilega áhugavert að fylgjast með þessum topp 2 liðum og hvaða strategíu þau fara með inn í zónin sem eru á undan hann líka. Þannig að mér langar að henda okkur inn í leik þó að við sem ekki byrjuð að berjast, þið bara vitið það að ef þið sjáum einhverja standa hlið við hlið að farma materials eða lúta þá bara er það allt eftir reglum. Sjáum við það. Það er hringur 2 er akkurat núna í gangi og splashes virðast vera ofalega á orkastlistanum. Denas er ekki komið í borðvélina. Eru borðvélina í leiknum?
Þegar stórt spurt. Já. Við getum kannski checka fleiri inventories. Það gæti verið að kannski eru þeir ekki með borin í leiknum, kannski ætlaði bara að láta það vera nóg að vera með þessa launchpads en sáum lið svona stapla þeim í fyrsta skipti í síðustu útsendingu. Og hérna svo gaman að sjá það, öll liðin í kös en enginn að slást og það má ekki. Þeir eru að elda lið sýnist mér. Þeir eru bara held ég bara mjög mikið á sama stað. Heldur það sé tilvíðun eða? Ekkert endilega tilviljun en hvort þið sé að elda þá veit ég ekki. Hversu oft værið þú búinn að óvart fara að slást bara að venju? alveg oft. Já. Þessi gullsplasses, þau eru rosalega mikilvæg, sérstaklega í squads og allt þetta sem er með það sem heitir AOE eða Area of Effect, svæðisbundin fyrsta hjálp. Wow! Fyrsta hjálpin maður. Svæðisbundin fyrsta hjálp. Þetta er íslensk. Area of Effect healing. Já. Herri, Stórminn Árnaðar Magnússonar. Ég tek við veljónunum mínum núna. Já. Svæðisbundin fyrsta hjálp er mjög verðmætt í squad. Já. Af því að þú getur kastað einu svona splassi og fengið 80 líf á liðið. 20 á 4. Og þess vegna erum við að sjá alla vera með allan eitt stakkaði en ég tek eftir einu þarna. Þarna er Mythic Minigun. Úff. Þetta er gott dótjós að halda á í þessu held ég Já, veistu, ég skal viðurkenna, ég vissi ekki að þessi minigun væri í leik. Ég vissi að það er komið mætast Drömgun, Mythic. Ok. Og það er nógu erfitt og leiðilegt að díla við hana en þessi er pirrandi sko. Já. Nú sér líka loadoutið, Peterbot, hann ætlar ekki að skjóta neitt sem er meira heldur 4 metrar á sér. Nei, það er óþarfi. En það drífur þessi minigun heldur mikið sko. Já, þú veist, hún er geggjörn að spreyja niður build svo svona en þú ert ekkert rosalega mikið að leysa einhverja gæja sko á 100 metrum. Nei, vissulega ekki. En sjáu þið, það er allir bara að keppast það að fara á alla helstu staðina að ná í allt verðmætasta lútið. Þetta finnst mér skemmtilegt sko, við sáum þetta ekkert í síðustu viku. Nei. Ég hélt að allir hefði bara svona spilað sinn leik og verið svolítið einir að lúta og svo farið einhvern veginn á sikkert staðinn. Ég finnst það bara alls ekki að vera raunin núna. Nei. Ætli þetta hafi verið eitthvað herramanns samkomulag fyrir leikinn. Það er náttúrulega bara reglan. Nei, ég er talað ekki að fæta en við deilum bara þessu svæði. Síðan er það Peterbot með metalína. Hvað er að gerast hérna? Já, það er spurning. Hvort að þetta hafi mögulega verið bara óvart. Já. Hvort að fólk hafi verið sem komur eitthvað hiti í menn. Þetta er nú komið óvart ef að þetta væri ekki bara einhver mistök af gömlum vana að hafa tekið í kikkin eða hvort að Lexi hafi óvart skotið í hann og hann hafi skotið tilbaka eða eitthvað svoleiðis. En við búumst þá við því að Lexi verði rebootaður og náði þá bara í dótið sitt aftur. Það ætti að vera tími í það. Þannig að hann vissir ekki að kampa kortið hans. Nei, já. En sérðu hvað þetta er mikið kappur? Þú veist, það er allir á leiðin einhvern veginn í sömu kisturnar. Því að þetta er bara svona keppni þetta er bara keppni hver getur náð flestum kistum. Já. Á þessum 5 hringjum. En samt svo Lester núna, hann er nú ekkert rosalega vel útaður, sko. Nei, hann tók lestina. Já. Lester í lestinni. Lester tók lestina. Það er ekkert garantít á fáir, sko. Það er ekkert örugt á fáir, allt. Það er ekki örugt á fáir svæðisbundna fyrstu hjálp úr lestinni, svo. Hann er vissulega með hana.
Þannig að já, hann er með eitt form af svæðisbundinni fyrstu hjálp þarna í medmist Þetta er svæðisbundna skyndihjálpin. Já. Þetta er annað annar hlutur sem að svona kemur skemmtilega óvart í þessum patch. Það er bara hversu sko sérstaklega í keppnisleikjum eins og þessum að þú ert kannski allt liðið ætlar að tanka storm. Já. Það medminstgrinu og allir standa inn í þannig að fyrir eina grenu þá getur allt liðið tanka stormin alveg í smá tíma. Veistu hvernig það er þegar að þú hendur þessari svæðisbundnu skyndihjálp? Já. Ertu þá að hýla óvinnina líka? Já. Já, það geta allir hlaupið inn í það. Og en þú veist, ef þú hugsaðir akkurat bara segjum að liðið segir, ok, við ætlum að róta þetta hérna seint inn í hring. Já. Við ætlum að fara bara seint inn í hring núna, við ætlum að leyfa öllum að fara og við ætlum að koma aftan þeim. Þá bara hendur við niður einni svona medminnsgrenu og allt liðið getur staðið í storminum með 5 tikk í sko 20 eða 30 sekundur. Án þess að missa líf. Já, það gæti sámund held í tríós. Já. Þetta hefur verið gert nokkuð sinnum og leikmenn hafa líka verið að kasta þessu niður ef þeir eru að lenda í VS-inni sko að róta þetta inn. Já. Og þannig að þú veist, bara segjum að þessi gull-lama geta líka verið svona ansi klötts í þessu að því að gefa þér alveg slatta af gulli og þá má nota það í black market búðunum. Já. En svo náttúrulega ef það er ennþá inn í Sony sko. Og sér núna sjá þeir að þeir eru að byggja spotter-turnin sinn þarna efst uppi og þá er spurning ætla þeir að byggja bara við hliðina? Er það sem við erum að horfa hér eða? Klukkan fer að líða á slagu sko. Já. Þeir eru undir þeim. Sjáum við erum komin aftur í 24 af 24 þannig að Alexi er komin aftur inn í leikinn. En þeir eru nefnilega akkurat bara ofan okkur öðrum. Já. En það var spurning hvort þeir fara heldur að fara beint að slást eða? Ég er bara að veit það ekki. Nei. Ég er mjög spenntur því að akkurat núna eru hvorki meira en minna heldur en 10 sekúndur 9, 8, 7. Nei, þetta er þannig að ekki þannig að 50 ringur byrjar. Það hefur verið fyndið, hefur við ekki kveikt á þessu. Akkur er ekki inn að fæða? En ég meina, þú veist, þetta er alveg virkilega góð spurning. Ég meina, það er engin nálægt, það er engin ástæða fyrir því af hverju þannig sé ekki að berjast. Nema það náttúrulega bara Kristó, Sigmar, Lester og Peterbot, þeir bara með ekki við því að detta út. Nei, við því að tapa bara. Eins og ég skil ekki af hverju liðið fyrir neðan væri þó að velja þennan slag til þess að byrja. Já. Við erum game on. Við erum game on. Eða hvað? Já, hringur 5 er búinn að birtast. Já. Þannig að við erum game on, vissulega. Og við förum beint hérna í rotate á Fjölnistrákunum. Þeir eru að heiðra Denas með að fá sér smá sundsbrett. Fréttu að Denas var að synda 60 km á viku og ákveða að láta ekki sitt eftir liggja hér og fara í svona smá hvítflúða sund. Já. En þá byrja skotin og þarna er Denas, Kristó, Dr. Hákon og Jensína að fljúa yfir og taka smá skaða frá Fjölnisliðinu. Þannig að koma sér samt á ágæti stað og hættulegt ef að Fjölnisstrákarnir ætla að elta þarna yfir. Þá má leysa það úr loftinu, sko. Mér sýnist þeir bara að það vera bara lágandi friðs, eða hvað? Þeir eru svona pota í hvort annan hægt og rólega, en það er enginn sem vill berjast. Þetta er ennþá svona, var þetta húndurinn þín sem kúka í garðinu mínu? Já. Hægt og rólega, þú sér það, Kristó hann er að vinna í pískontróli, núna á hann gólfið og hann á kón þarna. Þá eru þeir bara sáttir, því að þeir vita þá að þeir eru með leið inn í boxið, inn í bildin hjá andstæðingnum og annars ætlaði bara að bíða og þetta er erfitt rotate, sér það, hringurinn púlar algjörlega hinum megin og ég veit ekki hvort það er séu með launchpads eða eitthvað annað til að koma sér á milli en það hlýtur eiginlega að vera.
Ég hef ekki séð einn að vera með eitt slíkt, sko. Sást þarna í loadoutinu hjá iCrystal og hann var með eina bláa byssu. Sérðu, þessa hérna. Já, þetta er ekki blá. Þetta eru svona exotic vopn. Þar til dæmis komin núna hérna bogi sem að skýtur shockwaves. Ok. Og það komið hérna einhver svona stink rifle sem að gerir svona eins og stinkbomb. Já. Og fleira, það komið líka hérna iCrystal var tekið lár hérna þegar hann hoppar niður. En gerir vel að nýta kylfuna og það sem hún býður upp á. Ef þú ert sprettandi þegar þú hoppar þá tekur ekki fall damage. En við sjáum hversu erfitt þetta er. Það er alveg staðfest að borin ekki í þessu competitive af því að það væru allir með hann akkurat núna ef svo væri. Og þá er það komið að iCrystal og liðsfélögum að snúa sig við og taka móti þessu rótiti og ótrúlega bæði liðin hafi skilið það eftir svona seinta rótita. Og hérna er það iCrystal og hann hendir niður híli að hjálpa að híla Lester, tekur það upp aftur af því að fætin farin af stað og við skulum muna það þrátt fyrir það að við séum nýbyrjuð að sjá leikmenn berjast hér að þá er þetta samt Zone 6. Það tikkar 2 á sekundu og ansi fljótt að verða ansi vont að vera inn í þessu zóni. iCrystal leitar mögulega einhver tækifæri hér til þess að nota kylfuna til þess að koma einhverjum í vandræði. En það má að sjálfsögðu slá fólk hérna af háum stöðum og láta þá falla út fall damage. Peterbot nýtir hérna vel. En það er Halli Bliki af tindinum hinum megin sem það tekur út Jónas Goat en iCrystal telur því tilbaka. Ég held að fá stigi fyrir nokkið, ekki. Já, gæti verið. Stigmar búinn að finna Wish og Jacket. iCrystal tekinn ekki 33 líf. En við sjáum það strax hvað þeir þurftu að nota ótrúlega mikið af heals. Man ætla að klára þetta rotate og mikið af materials á meðan að hinliðin þurftu sennilega ekki að hafa svo mikið fyrir rotateinu. En Lester hann er knockaður hérna. Þetta er svona mjög skrítinn slagur fyrir Gumsá og félag að taka í byrjun. Þetta er bara mjög skrítinn. Og núna sjáum við hæðina aftur, Peterbot komið þangað. Ísland, Peterbot, þetta er ekki eini sanni. Það var náttúrulega saga til næsta bæjar ef við værum með bara eina sanna Peterbot hérna. En þá var þetta búið? Sennilega. Lester fellur aftur hérna. Hann næri ekki? Eða hvað? Hann bara komst ekki inn. Hann næri ekki? Og Sigmar, hann er tekinn líka. Og þá er það pushið. Þeir eru komnir á boxið þegar að reyna að ná Sigmari upp. En hverjir eru hinum megin? Það er Jensína. Það er Denas. Það eru allir. Þetta gæti verið snembúinn leikur hérna fyrir iCrystal og félaga. Mögulega eru þeir bara úr leik hér. Jú, er það ekki? Mér sýnist það. Þeir falla í 7. sæti. iCrystal og Teimi vera fallnir í 7. sæti þarna. Og það er engin annar heldur en Denas, Jensína, Dr. Hákon og Kristó sem eru með fellunar og eru þá að tryggja sér risastórt forskot hér fyrir síðasta reikin. Þetta var guðskjöf fyrir þá. Og þetta var jafn mikið sko álög á iCrystal og félaga og þetta var guðskjöf fyrir Denas og þá þessi hringur. Sérstaklega þegar það var líka þriðja liðið sem að byrja þetta alls saman. Jep. En þá er náttúrulega bara pressan öll á þeim. Hún er það. Kristó búinn að koma sér niður í 4 lið. Ég er ennþá áttum með það, af hverju velja þennan slag í byrjun? Ég meina að þú hafði tíma til þess að bara fara. Bara vertu einhvers staðar annars staðar. Ekki vera undir liði sem þú veist að þú myndir að díla við þegar þú þarft að róta þetta. Það er mikið rosalega þetta slæmi tími til að fá hyggst. Það er mjög góður. Bú! Ég byrðist afsökunar heim í stofu. Hversu lengi getur haldið þér í andanum? Ég er að koma frá því. Sinax, hann er tekinn lár þarna. Denas leysur hann frá toppnum. Er þetta ekki bara skemmtilegt? Myndi Gummi Ben lendi þessu? Já, alveg örugglega. Já, sannlega. En Sinax þarna
bullandi í vesinni. Ég er að reyna, Aron, ég er að reyna. Þú sko það versta er að þetta gefur mér hláturskast, sko. Synax þarna reynir að koma sér aftur upp í lífi. Vilja ekki nota svæðisbundnu fyrstu hjálpina því að undir pressu frá öllum liðunum. Þetta var hyggspil. Þetta er ótrúlegt. Nei, núna fer hann Gnar með mæta strömgun og sjáu þið, það er bara Skybase. Það er ekki bara high ground control, það er bara Skybase hér. Þú getur eitt svona 4 árum ég að reyna að skjóta þetta niður og það mun ekki gerast. Fjölnistrákarnir hér taka á móti skotvíl frá high groundinu í rótendinu. Og Synax, hann á bara 28 líf. Fjölnir Aron er fallinn. Aron er knockaður. Synax hílar sig upp, plassast sig þarna, svo hann hlaupir hraðar, tekur upp kylfuna, kemur sér í öruggt skjól. En hringurinn, hann er orðinn svo lár. Synax, hann er byrjað að taka haglabyssuskot á sig. Hvernig sleppur hann með þetta við fá þessu lið framjá sig? Það var engan af þessu veggjum. Þetta var hans lið. Já. Hvað er að gerast? Við viljum ekki fara að kenna lúkkulúkkamum með þetta. Nei, það er einhver að hugsa illa mig. Það er einhver að baktala mig. Það var maður hyggsta. Það var gamla mítan, sko. Gabbi hér, fallinn Synax með hann, Dr. Háko finnur Nikolai. En Gabbi, það er verið að hjálpa honum upp, en hann þarf að fara að híla sig ansi fljótt, annars er hann að fara að fella aftur, en það eru Spastis sem að hjálpa að koma honum aðeins lengra inn í hring. Hann næri að opna þetta sjöfnum líka eða hvað? Nei! Það er Steffen, hann er mættur í bakið. Lexi tekur niður Tonka. Og hann og Emil hér er í vesinni. Emil, hann er fallinn, Denas er með pressuna þarna. Það er verið að halda þeim fyrir utan storminn. Það er alltaf herjum Lex og Gnars. Ég er alltaf hláturinn í hvert skipti sem ég hyggsta hérna. Ég er að halda í mér, sko. Ég er virkilega að halda í mér. Gnar og Steffen eru fallnir hér. Taco Lexi, hann er bara að lifa af heil lengi hérna út í storminum, en það er 4 manna lið á toppnum að það. Kristóf heldur áfram að læsa high-groundinu þarna. Hann lifir ekki og ég elskar hálfgöndir Lár. Já, það er allir í vesinni þarna og þarna er annað lið fallið og já, eftir það þá fellur Steini 23 líka. Nei, það var Lexi. Lexi lendi í öðru sæti. Hann náði öðru sætinu? Hann náði öðru sætinu, hann Lexi. Hann hílaði sig upp með 2 heil sæti í storminum. Og ef ég reikna þetta snögglega upp í huganum, það gæti þeir bara vel verið að taka fram úr Kristóf, sko. Mögulega. Já. En sáttu líka þá greinilega meðvitað ákvörðin að hérna, ef við Denasminn, hérna farð þú bara niður, ég skal spraya milli, farð þú bara og sópa þig. Já. Ég meina, þú veist, Denas hann droppaði bara inn í miðjuna og þeir vissu það að þetta var restinn samkeppninni sem að þeir höfðu. Það er bara, nei, stundir á það ekki bara í líkamann, hyggstinn bara kemur. Þetta er náttúrulega. En við erum að tala um það að þeir mátu stöðuna rétt. Þeir sáu það að það voru fáir eftir. Denas droppar þarna, þeir voru með örugga stöðu. Spurning hvort að þeir vita af Lexa þarna í storminum að híla og ætla bara að leyfa honum að vera. Á endanum hlýtur hann að falla. Já. En kemur mér á óvart að hann hafi náð að endast svona lengi. Hversu lengi getur haldið í randarum? Pröfa það núna, það fari. Já, ég er búinn að reyna. Þú fórst strax aftur að tala, núna er tíminn. Nei. Okay. Ég held fullt niður í randarum. Herru, hérna, sko, við komum aftur eftir örstuttar auglýsingar, vonandi hyggsta laus og góð. Það er leikur númer 2, síðasti leikurinn hérna í Squad sem er eftir og þá fáum við líka að sjá stigatöfluna sem og að sjálfsögðu endursýningu af öllum hasarnum úr þessum leik og við vitum hvernig leikar standa farandi inn í síðasta leikin hérna í þessari Squad keppni. Ekki fara langt, við komum aftur rétt strax.
Is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur í þessa hikstalaussu útsendingu Elko-deildarinnar en hikstin hefur hvatt okkur og ég kom tilbaka með að fullum krafti. En leikur nummer 1 búinn hjá okkur í kvöld. Leikur nummer 2 er farin af stað og spilar eru núna að lúta sig upp í þessum töluðu orðum. En áður en við fyrir þangað, þá þurfum við fyrst að kryfja þennan fyrsta leik og við þurfum aðeins að skoða stígatöfluna. Já. Til þess að sjá hvað hún stendur. Alltaf Denas og liðsfélagar af því við erum ekki með liðsnöfn þá nenni ég ekki bara alltaf að segja öll nöfnin aftur og aftur. Það er Denas, það er Dr. Hákon, það er Jensína og það er Kristó og ég ætla að kalla þetta lið eitthvað af þessum nöfnum og félagar
En hérna sjáum við stigin og já, þetta alveg fórusta 34 stig núna upp á toppin og mikil vinna framundan fyrir Peterbot, Sigmar, Kristó og Lester. En nú verða þeir held ég bara að gera þeim töluðum. Já. Elta Denos og félaga frá byrjun. Þetta, sko, núna kemur inn, það má segja að við höfum fundið galla við það að vera með skrimreglur í alvöru keppni. Skrimreglur í venjulegum skrimmum virka af því að það er aldrei neitt sem þú múst að berjast upp á. Já. Það er engin ástæða til þess að fara í einhverja... Þetta er skrim. Já, þú veist, það er engin ástæða til þess að fara í einhverja leiki eða einhverja leikjafræði hvernig vinnum við, hvað við að gera núna til þess að vinna. Já. Af því að skrim snýst það að æfa þig. Það snýst það að fá endgame með eins marga spilara, lifandi og mögulegt þannig að fólk læri að spila í kaosinu sem að geta myndast. Núna erum við ekki að gera það. Við erum að leita sigurvegara hér í squadskeppninni. Heldur betur. Við erum með 2 lið sem eru skipuð á einstaklingum sem eru mjög, með mjög mikið sjálfstraust, mjög mikið trú á eigin getu og mikla trú á því að þeir séu bestir. Já, bringan er uppi. Já. Bringan er uppi og hún er út. Það er bara þannig. Og núna erum við að fara í þetta skrim hér, þar sem að það er 34 stiga munur sem að þýðir að það er eiginlega ógerlegt að vinna án þess að taka Denos þá út í fyrsta seti. Nei, bara í sjötta seti. Já, þeir verða bara að flippa coin, sko. Já, þannig að ef við getum fengið stigagjöfina aðeins aftur upp á skjáin, svo við getum svona krufið þetta eins. Já. Af því að ég held að það sé mikilvægt að við áttum okkur á því hversu mikil brekka þetta er í raun og veru. Þannig ekki stigatöfluna heldur stigagjöfina, hvernig stigin eru struktúruð. Af því að við sjáum þarna að það eru 36 stig þarna milli. Þú byrjar náttúrulega með 36 stig. Já. Byrjar að fara í sjötta seti. Já, en það fá það hvort þeir allir. Já, ég er að segja það. Við þurfum að horfa á munin. Þannig að sjötta seti 36, Victory Royale 65. Það er bara 29 stiga munur á fyrsta og sjötta seti. Þannig að þetta þarf að vera þarft að ná þeim út án þess að þetta er á fellu. Já. Vinna leiki með 7 fellur. Já. Í 20. Það er komið með 4 fellur ef þú tekur það út. Já, vissulega, já. Þannig að það er 3 aðrar fellur og að vinna leikinn. En þetta þýðir að það sem við erum í raun að segja hérna er að það er ekki séns fyrir Kristó og félaga að vinna þetta mót nema að þeir elti Denos og þá á meðan að það verða að setja upp skrimmið og taki það út fyrsta. Fyrir Denos og þá, til þess að vinna, að þá er það eina sem þeir þurfa að gera er að lenda ekki í sjötta seti. Já. Þannig að eina markmiðið þeirra í leiknum er í rauninni bara að lifa. Já. Og fela sig. Þannig að það sem að fer núna að verða sjúklega áhugavert af hún er bara hvað er að gerast inn á server akkurat núna. Já. Hvar eru Denos og þeir að lenda? Eru þeir jafnvel að dreifa sér og reyna að vera bara eins, sko, þú veist, hérna á mörgum stöðum og mögulegt af því að það eina sem þeir þurfa að gera er ekki að lenda í sjötta. Já, bara ekki lítið slag. Basically. Já. Þannig að, þú veist, við getum alveg séð það. Þeir bara dreifi sér, gera bara ómögulegt að kampa þá. Af því að við erum að tala það er eina strategían fyrir Kristó þá. Er bara, við ætlum að vera með turn, við hliðin á turninum ykkar og leiðu það go time, þá ætlum að berjast. Og við ætlum að vinna þann fight og svo ætlum að vinna leikinn og þá getum við unnið. Og við ætlum að vinna með meira heldur en 7 fellum. Counterið við þessu er bara, við höngum bara í runna einhvers staðar. Já, 4 á sikkunum staðinu. Já, við ætlum að gera ómögulegt að ná því. Spurning hvort að við sjáum þetta fara svona eða ekki. Já, og væri skemmtilegt að geta bara séð hvað þeir eru að gera. Já, og það er spurning þá að við bara förum inn í leik þegar að við höfum tök á því að þetta er held ég bara stóri punktur sem við þurfum að fá svar í akkurat núna er bara hvað er í gangi inn á server af því að eins og við erum bara að segja þetta eru einu... Það er ekki annað í boði. Nei. Ætli Denos að þið kveikja á þessu? Gæti verið. Já. En þú veist, á sama tíma það var nú gert vissulega svipað áður þegar við vorum tríós að splitta, sko. Þá splittuðu þeir og þeir pushuðu Kristó þá. Já, þeir splittuðu til þess að taka fight, sko. Já, til þess að tryggja sig sigur. Og það var í síðustu umferðinni líka. Pennin er á gólfinu. Pennar.
En það er þá bara eins og gengur og gerist og heyrðu, við erum bara að fara inn í leikinn akkurat núna sem algjör snilt að fá að fylgjast með þessu öllu spilast út og ég vil svona, já, svolítið fá að vita hvernig þetta fer, þannig að við skulum bara dúndra okkur inn og fylgjast með hvar fólk að lúta og hvert það ætlar að fara. Það má alveg segja að það sé sko hættulegt fyrir okkur að spekta og sýna hvað fólk að gera. Já. En það bara partur af því að ég að spila í sjónvarpinu. Þannig að, já, hérna sjáum við Aron. Hann að fljúga inn þeir á leiðinni í áttina Seaport City. Þetta já, skemmtilegu bær. Einn af mínum uppáhaldsstöðum til að droppa. Akkurat núna. Herðu. Sigmar, hann að blokka fólk frá því að komast inn í Black Marketið. Það ekkert sem banna þetta. Þetta nýja Black Marketið. Ok, þetta að vísu ógeðslega fyndið. Þessi leikur strax komin í rugl. Við erum komin í bullið. Já, við erum komin í bullið, sko. Það er allt að gerast allstaðar. Það er bara einhver bankhæsts í gangi yfir allt mappið. Það allir að reyna að ná einhverju lúti eða einhverju. Sigmar, þetta var svo sniðugt. Alveg þvílíkt, sko. Þó að á sama tíma alveg á gráusvæði, sko. Þú veist, ég skal alveg viðurkenna, þetta alveg á gráusvæði. En það svo sem ekkert sem að banna í þetta vísulega. Nei, en það líka fullt af hlutum sem eru ekki bannaðir. Bein. Já. En mér fannst það svolítið skemmtilegt. Þetta sýnir hvar svona hausinn á þessu spilurum er. Og íþróttamannsleg hegðun, sko. Já, svolítið. En að sama skapi, þú veist, sýnir að fólk ætla sér að taka öll möguleg forskot sem eru í boði þarna. Já. Þannig að loksins komin inn í velminguna hér. Þetta hlýtur að vera gaman. Það er sjaldan sem að sko maður fær bara algjört frelsi til þess að taka svona volt og ná bara í alla dilbits og fara sér í Black Marketinu og kaupa það sem þú vilt. En það er einmitt það sem er upp á teininum hérna. Það var ná í allt gullið, nóga gullið þarna. Þetta er bara eins og Fort Knox áður en að gullstaðallinn var afnumin í Bandaríkjunum. Ef þið viljið lesa ykkur til stærsta rán í sögunni, þá getið þið lesið til það. Hvenær var þetta? Ég er svo ungur í anda. Ég hugsaði bara, þú veist, þarna pappa undin, eða hvað hann heitir? Jóakim Aðlund. Já. Minn hausinn þangað, sko. Þeim fyrir í Fort Knox ránið. Já, nei, sko, náttúrulega, ég gerir alveg ráð fyrir því að meðalaldur og annað af þeim sem að horfa hérna, það þekki fáir gullstaðalinn í Bandaríkjunum. En fyrir ákveðin tíma, börnin mín góða, þá var það þannig að á bakvið hvern einasta dollara sem var til að þá var gull. Þá var verðgildi dollarans í gulli haldið í Fort Knox í Bandaríkjunum. Þegar það var afnumið, þá gat í rauninni bandaríska ríki byrjaði að prenta peninga og þurfti ekki að vera þetta á bakvið og annað heldur en bandaríska ríki sagði hei, þetta er peningarnir okkar. Já. Alveg eins og bara hérna á Íslandi, þegar Seðlabanki prenta peninga þá er það bara hei, henni meiri peningur og við þurfum bara að díla við það. Og þetta er það sem veldur verðbólgu, krakka mínir. Þannig að, já, tala nú að læra eitthvað. Ef einhver segir að þið læra aldrei neitt af tölvuleikjum, ef einhver fær núna í næsta fjölskylduboði, hérna, Siggi, þú verður að hætta að vera svo mikið í Fortnite, þá segir þú en vissir þú afsakið, amma mín. Ég skal nú bara láta þig vita að í síðasta mánudag lærði ég gullstaðalinn í Bandaríkjunum og afnám hans og hvernig verðbólga kemur til. Já. Hvað lærið þú í dagablaðinu í dag? Já, nákvæmlega. Hvað ert þú búinn að læra af Kardashians? Halli Bliki kom með ansi gott loadout. Þessi nýji Soltræfúl sem hann er með þarna, já. Hann er alveg skemmtilegur. Þú veist, þetta er bara svona hybrid, sko, þetta er svona hybrid af Soltræfúl og
SMG. Það skýtur ekki mjög nákvæmt, skýtur samt mjög hratt og gerir mjög mikinn skaða en þú skýtur henni meira eins og þú sért að spila Submachine Gun. Áhugavert að sjá Halablíka sko vera með hana af því að þú getur ekki hitt neitt meira heldur en svona 20 metrar frá þér. En þið raun og veru bara buffu SMG? Já. Já. Það góð leið til að hugsa það sko. Nóg af skotum komið hérna hjá Halablíka, 532 skot í Assault Rifle-in, 100 skot í haglabyssuna. Það ljóst að hann ekki að fara að lenda í neinu skotleysisvesinni hér í þessum leik. Hvað ætlaði að hugsa það sem við séð með svona mikið frelsur? Hann bara einn Halablíki. Er ekki ákveðið bara friður að fá bara að vera í næði í Fortnite eigu að lúta eins og maður vil? Enginn að bugga mig, enginn að skamma mig. Jú. Ég má gera það sem ég vil. Það gæti alveg verið svona ákveðin hugleiðsla, sko. Já. Ég hugsa ég pröfi þetta. Fara bara í einhvern tóman leik. Hvað ertu að gera í kvöld? Ég er bara að taka þér rólega. Já. Ég er bara einn í Fortnite leik að lúta. Já, hvernig er hérna Fortnite? Er það ekki Fortnite? Ekki eitthvað nýja spilavílur. Halablíki hérna heldur áfram. Fara kistu eftir kistu. Ja, þeir verðast alltaf að spitta svona eins og töluðum við. Spurning hvort það séu fleiri í þeim pakka. Hringur 2 núna á hreyfingu. 1 mínúta og 45 sekundur þangað til hann lokast. Þá birtist hringur 3 þegar hann lokast, þá birtist hringur 4 og þegar hann lokast þá megum við byrja. Hvað ætli Lexus það búin að vera að gera? Hann er ekki með neina skot og allar með mats. Já, það er alltaf nóg að frétta í þessum leik. Ára minn. Lexi hér heldur áfram að lúta sig upp. Þessar skrimreglur eru áhugaverðar að mörgu leyti og þeir sem hafa prófað full skrim lobby með þessum reglum geta votta fyrir að kaosið sem er í lokin er gífurlegt. Já. Þú getur kannski gert það, Aron, ef þið langar í svona rólegt lút að bara spila skrimmin á Fortnite Ísland. Já. Svo bara lífaru þegar hann má byrja að berjast. Já, þetta er ekki fyrir mig. Þetta var frábært, takk fyrir leikið, strákar. Það var virkilega skemmtilegt. Sjáum, Dr. Hákon, hann er hérna einhvers staðar fyrir framan Lexa. Það er önnur blá píla lengst fyrir aftan hann, þannig að eitthvað eru leikmenn þessa liðs dreifðir. Svo náttúrulega bara þegar það kemur slá. Allar ekki með þar, hún får slást í nátt. Nei. Farið þið bara. Nei, ég er bara fín. Já. En svo ef þið vinna þá er allt saman samvinna, sko. Gaman að sjá hvað þessi spilarar hér eru meðvitaðir hvað allt gefur mikið materials. Þú tókst eftir hana en Lexi sko landi tvo svona litla járnstólpa. Já. Við bara að fá aðeins auka metta. Hver einasti tími nýttur þarna og þetta er, fyrir þá sem ekki vita, þannig erum við að sjá bestu leiðina til þess að snögglega afgreiða hvert vopn fyrir sig. Það má nota þessa leysera til þess að skjóta þarna á stanginnar og opna það fljótar. Það má líka nota pickaxið eða bara hvaða byssu sem er en þetta flýtir töluvert fyrir og það má líka henda fleiri svona thermite sprengjum á hurðina. Það þjónar sama tilgangi. Þetta sérstaklega í venjulegum leikjum getur verið svolítið
munurinn á því að þú fáir lið í þig leið og þú opnar hvelfinguna eða ekki. Já. Hvort þessu ekki að taka, jú, hann ekki verið. Já, Sigmar, hann skilur ekki eftir neitt gull hérna, það nokkuð ljóst. Nei. Ég ánægði með það, já, býttu hvað, tók hann ekki, allar hann ekki að taka það sem hann á Halló, hilfunni? þú mistar, já, halló, snúðu við. Hvað? Sigmar? Hann hlýtur að vera að safna fyrir einhverju ákveðnu. Það veit komið nóg. Bara hlýtur að vera. Annars, ég meina, ég skal hundur heita ef hann áttar sig ekki á því að það meira gull í þessu hvelfingu, sko. Nei, þó að sé að safna þessu ákveðinu, það nú betra eigan að vanta, sko. Það rétt. Elska Hafragraut hérna, hann með Mythic Minigun. Spurning hvort að þeir séu þá með medalíuna. Ég held að þetta Minigun komi út frá medalíunni. Út frá einhverjum bossfight þá eða? Já. Já, það kemur út frá úlfinum af því að það er búið að taka Mammoth Pistol úr competitive. Það er rétt. Það er ástæðan. Virkilega. Það er ástæðan fyrir því ég vissi ekki að mínigunni væri í leiknum. Mér finnst það mjög skrítið að taka út Mammothin sem þú þarft virkilega mikið skill í að nota úr competitive til þess að bæta inn mínigun. Já. Það fór eitthvað úrskeiðs okkur fundið þar, held ég. Sko, ég er sammála þér. Já. En það hlýtur að vera eitthvað þarna á bakvið þessa ákvörðun hjá Epic. Hljóta hafa verið að horfa á niðurstöðnar úr einhverjum skrimmum og annað. Sýnt sig að Mammoth Pistolinn var kannski aðeins of öflug í ákveðnum samhengjum, en mínigunni, sko, eins góð hún getur verið og hérna, hún er góð í að spreyja niður builds og öðrum og annað, að þá er sko, það er auðvelt að skjóta tilbaka. Já. Skilur við, ef þú ert ekki með gæjan bara ofan í þér, en meira segja þú ert með hann ofan í þér, þá viltu frekar vera með haglabissuna, frekar heldur en að vera með mínigunnið. Þannig að ég held að þetta sé svona, þetta er meira balanced vopn til þess að hafa í þessum leikjum. En mér sýnist þeir hafa splittað eitthvað, jú. En Herri, ég komst að þvílíku trikki með þennan bíl. Já. Sem sagt, ef þú rænir þennan bíl í Fortnite venjulega og þá sem sagt getur þú tekið hann og keyrt hann. Og þá er hann eins og hann er núna að hurðin er opin aftan. Ef þú fer með hann á bensínstöð og fer með hann á hérna viðgerðarpallinn og refueling pallinn, þá þegar hann er orðinn fullt líf aftur, þá kemur hurðin aftur. Getur fest eitthvað annað. Og þú getur fest eitthvað inn í bílnum. Þannig að þú getur sett medalíuna, til dæmis, inn í skottið á bílnum, lagt bílnum bara alveg við hérna repair pallinn á bensinstöðinni. Svo kemur gæinn alltaf að taka medalíuna og þá bakkar honum á repair pallinn, hann lokast, svo fer það bara út úr bílnum og ferð og hann er bara fastur samt til að stórnurinn klára hann. Getur við reynt að gera þetta eftir? Ég er alveg... Dr. Hákon! Hann var ekki langt frá því að falla þarna bara við fall damage en bjarga sig fyrir hot. Hversu toxic er ég að þetta er það fyrsta sem myndi að ég það er hurðin aftur? Ég veit. Það er nefnilega rosalegt. Það verður gaman að heyra hvort einhverjum hafi tekist þetta. Það er náttúrulega alls konar sem er hægt að gera alltaf beita þessa medalíu, sko. Já. Við sjáum hérna ákveðna dreifingu. Sér Jensína er svolítið í burtu frá Dr. Hákon og Kristó. Við sjáum ekki Denas á kortinu neins þar. Hann er að taka damage einhvers staðar í storminum. Þannig að einhver hérna fjarlægð er á milli þeirra. Þarna sjáum við Denas neðast á skjánum. Hann og Jensína á sikkurum endanum í hringnum bókstaflega. Spurning þá hvort að það haldist og hérna og við séum að fara að horfa á það og bara ekki koma saman áður en að hasarinn byrjar sem að fer að gerast bara núna bráðum. Já.
Hérna er svo Það er bara 4 að go loka, time. hún er bara go time. Þannig að núna byrja leikmenn að fara að koma sér fyrir inn í hring og núna má byrja að slást. Og þá fáum við fyrst að vita hvort að þeir ætla að hópa sig saman hér allir 4 eða hvort að þeir dreifa úr sér. Eitt er ljóst, þeir beisuðu sig ekki upp snemma, þannig að þeir gáfu engan séns á að láta kappa sig. Sjá þarna annað lið, hvaða lið er þetta? Synaxið er þarna einhvers staðar fyrir neðan, en þetta eru svo sannlega fleiri leikmenn heldur en bara 4 sem eru á hreyfingu þarna, þannig að þetta er bæði Fjölnisliðið og annað lið sem eru á róteitinu þarna. Halli Bliki, hann er bara að beygja sig bak við stein hér. Af hverju að byggja þegar maður getur bara byggt sig? Það er búið að byggja fyrir þig. Styrri? Já. Guð, byggja það. Já. The Fortnite God. Já, Halli Bliki og restina af liðinu. Herðu, Steffen, það kemur bara inn í Halla og Halli algjörlega bara hvergi bankin hérna. Hann bara bilda sig upp fyrir hliðin á 4 leikmönnum með kylfuna í hönd og eflaust að láta sig að dreyma það að slá einhverju fram að þessu fjalli. Hleypur öllum inn, þetta var skemmtilegt. Nú er svo hann opnaði og bauði mig heimsókn. Hver er þetta? Já, komið. Já, ég gæti í bæinn. Úr skónum, maður. Aron hérna spottar í kringu sig, sér Dr. Hákon á hlaupu, spurning hvort hann reynir að taka skot þarna, nei er svarið. Gaman að sjá hvert Sony lendir. Fyrir bara öll liðin rótið það. Í mig sýnist það. Alltaf hann að flest öll. Já. Ef ekki öll. Skemmtilegt að sjá alla í sama búning. Já, þetta er liðisheildin, sko. Mér finnst það flott, sko. Og þá kemur rótetið og það var fyrst splassað með gullsplassinu. Það lætur maður hlaupa hraðar, allir með kylfuna upp. Það lætur maður hlaupa ennþá hraðar. Og í raun og veru og má segja að þeir hafi ekki einu sinni verið að nýta sko kylfuna að fullu þarna. Það hefði getað hlaupið jafnvel ennþá hraðar. En núna þarf að passa bakið. Aron í smá vesinni þarna, búið að taka 50 skjöld af honum. Hann er búinn að koma sér aftur upp samt sem áður. Og róteitið heldur áfram hér hjá Fjölnisliðinu. Sýnist líka bara að Denos og félag ætla að vera langsíðastur inn í svo. Já, sennilega búin að átta sig á því að þeir mega bara ekki lenda í síðasta sæti. Ef þeir lenda í einhverju öðru heldur en síðasta sæti þá byrjar þetta að vera svolítið ógerlegt. Það þarf að vera rosalegur leikur hjá andstæðingu þeirra ef að það á að vera nóg. Ef þeir lendi í 4. sæti Denos og félag, þá þurfa þeir samt börglega bara að klína serverinn, það er Kristóð félag. Já, ég held að sko 3. sæti er þannig. Þú veist, 3. sæti er nógu mikið að þeir þyrftu bara að hreinsa allan serverinn. Það eru náttúrulega bara 5 lið í þessum leik en við kvöttum 1 lið hérna á milli leikja brota á reglum hjá einu leikmanni og restina af liðinu hélt ekki áfram þannig að það er í rauninni ennþá erfiðara fyrir þá að vinna núna og þeir þurfa þá að sennilega vera með hátt í 11 fellur hér, taka meira heldur en helmingin af servernum sem er þá í rauninni bara hvað? 5 manns sem að einhver annar má fella ef þeir ætla að vinna þetta mót. Gunnar eitthvað sig hérna niður. Það er ekkert skilið eftir hér. Tekur hennar byggkvot með Ækrist og gefur örlítið skotfæri á sig og refsað fyrir það. Lester, Ækrist og Sigmar 27, þeir eru þarna. Takk og Lexi að fylgjast með þeim. Takk og Lexi kannski næstum að lendi smá vesen en það náði væntanlega að mandla sig og koma sér smá vesen. Nei, koma sér úr þessu veseni. En
núna ætti Hasanin að fara að byrja fyrir alvöru. Við sjáum það 4 af 5 liðunum eru komin inn í hring og það er bara Gnar, Gabbi, MC og Lexi sem að þurfa að vinna sig hérna inn í hringin upp úr þessu. Þetta er hættulegt rotate, sérstaklega þegar allir aðrir geta bara verið að einbeita sér að því að halda þeim úti. Þið viti að þetta eru tegum svo félagar vinstra með sig. Nei, finnst það ekki líklegt. En Þörmætið nýtt vel þarna. Kristó tekur smá skaða. Þeir ættu svo sem að taka eftir því að þessi spilarar þekkja hvernig annan það vel á þessum tímapunkti að þeir vita svona ákveðna vana í því hvernig er bilda, hvernig er spilað og ætti alveg að geta borið kennsla á hverjir þetta eru. Það kemur svo sem ekkert á óvart að þeir séu búin að klukka það og við fáum eftir að sjá það líka. Herri, þarna er verið að skjóta turnin niður og það eru 4 leikmenn í bullandi vesenni og það er allur serverinn að spreyja á. Þetta er einelti. Þetta var ótrúlegt og allir komist lífs af þarna. Kemur mér á óvart. Sáu bara veikan punkt þarna í byggingunni. Já, bara allir á saman tíma. Halli Bliki og félagar heppnir að ekki fór verð þarna. Og sjáðu staðsetninguna, sjáðu hringinn. Denas, Kristó Jensen og Dr. Hákon eru á fullkomnum stað hérna. Þeir fá að taka á móti öllum liðunum. Þeir þurfa bara að færa sig örlítið til þess að vera ennþá inn í hring. Þeir geta bara byggt það út frá sínu núverandi bildi á meðan að allir þurfi einhvern veginn að fara í gegnum þá. En upp á móti ef þú ert að í Kristó og ef þið vita að þetta eru Denas og félagar, nú er tíminn. Já, núna þarf bara að fara og knýja fram einhverja niðurstöðu hérna. Sem er virðast að gera. Þeir eru allavega komnir þarna fyrir aftan og Denas og þeir gera vel. Þeir bara tryggja sér stöðuna sína með bildum inn í hring og eru að reyna að ná tökum og pikkum á leikmennina sem er að koma sér inn í hring. Sjáum elska Hafragrautur Nikolai er að pússa upp á hægkantið þarna. Þeir þurfa bráðum að fara að hreyfa sig. Smá vesen núna undir pressu. Denas þarf að hlaða en það er Nikolai, hann dettur niður. Deyr úr fall damage. Dr. Hákon fær killkvöldu þarna en Sigmar er mættur og þá er það bardaginn sem við vorum að bíða eftir. Denas undir pressu. Sigmar að pússa hann. Þeir héldu bara áfram að byggja sig upp og sérðu fókusinn hjá þessum 2 eftirliðum. Þeir eru í einhverjum turni upp í himninum langt yfir öllu að berjast. Og þetta rotate verður erfitt. Já. Öll hinn liðin, þau geta spáð í hvort öðru eða bara sleppt í að spá í hvort öðru og spá bara í öllum þessum gæjum sem eru fastir lengst uppi. Og það eru ekki mörg bild sem eru að halda þessu uppi þarna. Þetta er mjög viðkvæmt. Og núna kemur tilfærslan inn í hring. Jensína tekin og krakkaður. Skjöldurinn einfallega farinn á 1 sekúndu. Og þeir virðast alltaf halda áfram að halda hæggroundinu. Lester, hann er fallinn, hann er kláraður. Dr. Hákon er fallinn og er kláraður. 1 og 1 fyrir hvort liðið. Jensen er búin að koma sér hérna undan, byggti sig upp ásamt Denas 13 en Kristó, hann er að veita eftir hérna. Jensen orðinn lán. Og hvað er í gangi hérna? Jensen að hýla sig upp. Denas, hann tekur út Kristó. Sigmar, hann tekur út Denas. Hvaða lið vinnur þetta? Og hvernig fer þetta? Það er spurningin. Kristó, hann tók út Sigmar. Steini, hann klárar Denas. Og Sigmar, hann er þá fallinn líka. Og það er Jensina. Jensina er ennþá á lífi. Kristó er ennþá á lífi. Það er ekkert lið ennþá fallið. Það þarf bara 1 leikmann hér til þess að endast úr þessu, til þess að tryggja sigurinn. Hver er eftir á hinu liðinu? Ég veit það ekki. En allavega sjáu þið, þeir eru komin inn í göngin. Það getur veitt þeim þvílíkt mikið skjól. Peterbots og eini sem er eftir hér úr hinu liðinu. Þá er lið fallið. Já, það er lið fallið, það er Fjölnir. Það er Peterbots sem tekur það út af vísu en það var ekki rétt lið og erfiðara verður það. Það eru 10 leikmenn eftir. Það er ennþá 4 lið samt sem aðeins. Hafragrautur, hann er fallinn. Gabbi, hann er fallinn líka.
Peterbot með þá fellu og Peterbot að raða inn fellunum akkurat núna, gæti verið nóga stigum hann í fellum fyrir hann, en núna það pressan og Kristó, hann fallinn. Peterbot fallinn líka, það bara 2 lið eftir. Það Jensína hér sem að koma sér inn, en hann fellur í storminum og sigurvegarnir hér í síðasta leiknum í Squad eru Fjölnis strákarnir eða Fjölnis Steini 23, Elska Hafragraut, Nikolai og Halli Bliki. Enn og aftur fáum við nýjan sigurvegara í síðasta leiknum. Já, og enn og aftur sá sigurvegari Halli Bliki. Já. Ég held að Halli Bliki sé með sigur í Trios og Squad núna. Þannig að... Já, Duos og Squad núna sem hann var. Já, getur verið. Ég ekki alveg klár á því, en ég var allavega að veita, ég veit að Halli Bliki og Dagur voru í liði sem vann á einhverjum tímpúti. Það veit ég. Já. Þannig að þar höfum við það. Þessi skvallleikur, hann var skrítinn. Mjög. Það var bara á tímabili, þá var eins og ekkert annað að væri til í heiminum fyrir þessi 2 lið, heldur en hvort annað. Og svo netti hringur þau bara alltaf yfirgefa þann barda. Var ekki Kristó og þeir bara seinir að taka í gikk? Mögulega. Ég meina, þú veist, þarna kemur aftur spurningin hvort þeir hafi vitað að það væri þeim. Alltaf sjá það leið og fyrsta nokki kemur. Og þá fara þeir bara full force. Þannig að ég spá hvort að kallið hafi komið þá. Já, mögulega. Gæti verið. En í það minnsta þá fór þessi leikur þannig að þeir unnu ekki. Þeir náðu ekki 11 eða 14 fellum og öllu líkindum þýðir það að þeir eru ekki að fara að ná fyrsta sætinu. Nei. En við vitum ennþá ekki hverjir geta tryggt sér 3. sætið og það geti verið að Halli Bliki og liðsfélagar hafi gert það. Mögulega bara tryggt sér annað sætið. Mögulega. Og þá voru þeir sem voru skotnir niður úr turninum. Já. Og enda síðan að vinna leikinn. Þannig að haldið því, á einum tímapunkti voru þeir með bókstaflega 16 aðra leikmenn að skjóta á turninu á sama tíma og þeir hafa staðið svona bak í bak í miðju bóksinu hver með sinn vegg og bara haldið inn í bildtakanum. Svo fjall náttúrulega gólfið og þá... Já, þá voru allir. En við erum tilbúin fyrir stigatöfluna, ef stigatöflunni tilbúin fyrir okkur, ég held að það sé komið tími til að komast að því, fyrir víst hverjir sigurverðarnir eru, hverjir skipa sér í annarsætið og hverjir hirða 3. sætið. Þökkum öllum leikmunum kærlega fyrir þáttökuna, það alltaf yndislegt að fá okkur að keppa. Þetta voru Squad, fáum endurgjöf frá ykkur Squads fyrirkomulagið á Discordinu endilega, sem og látið í ljós ykkar skoðanir, hugmyndir og álit á komandi tímabilum. Já, svo hvergi betra en bara núna á eftir, við vorum búin að lofa því að við ætlum að vera á Discordinu að spila og röfla örugglega. Já, bara getið vel verið. Og við skulum fá upp stigatöfluna. Stigatafla. Hún ekki tilbúin. Skvaldrið alltaf byrja þegar ég byrja með. Það nú 1 og 3. Ég að gera lofttrómur. Nú veit ég veit ekki hvort þú sé tilbúin. Það verið að vinna í henni. Ég heyri bara trómur inni líka. Það búið ekki gott, sko. Það eru trómur allstað. Heyri trómur frammi. Nei, ég segi svona. Við erum að sjálfsögðu niður í Arena. Fyrir þá sem vantar eitthvað skemmtilegt að gera á svona mánudagskvöldi, þá Arena frábær staður. Geggjaður. Herri, það St. Patrick's Day í dag. 257 stig á toppnum Dr. Hákon, Jensína, Denas 13 og Kristó. Við óskum þeim innilega til hamingju með sigurinn. Fast á hæla þeirra 222 stig Peterbot sem Mythic. Já. Langar mig að segja. Mythic stigmar, Kristó og Lester þannig í öðru sæti. Steini 23, Nikolai, Halli, Bliki og 4. sem ég bara verða að biðjast. Ég elska hafragraut, alveg rétt. Þú veist, ég var með og ég segi hvað ógeðslega steikt. Orðið Vítabix kom upp í hausnum á mér. Þegar ég var að reyna að finna síðasta leikmannin. Ég var að fara að segja, ég elska Vítabix. Nei, ég elska hafragraut. 4. sæti Gnar, Gabbi, Emil og hver var 4. þar? En að vísu. Lexi, já. Að vísu Vítabix ógeðslega steikt. Það það. Og já, svo klárum við þetta þarna. Það Steffen, Fjölnir strákarnir og svo Stöffi, Jónas Gótt, Kumsi klára þarna í 7. sæti. En já, skemmtilegt var þetta mót. Já. Og ég verð að segja kórónar
fernuna hjá Denasi. Já. Hann núna búinn að vinna solos, duos, trios og squads. Og situr einn af þeim titli, af því að það var hann einn sem vann solos. Já, og hann, var ekki Dins og Jensína í duos? Jú. Og svo Denas, Dr. Hákon og Kristó í trios. Já. Og svo Denas, Jensína, Dr. Hákon og Kristó í squads. Þannig að þetta eru þá allt þetta lið eru líka einu multiple winners. Já. Fyrir utan Ækristó sem vann Rigg og Loka. Já. Og Ækristó hefur núna lent í öðru sæti í solos, duos, trios og squads. Já. Sem að, þú veist, ég trúi því bara innst í hjartanu mínu að Ækristó sem mikill keppnismaður. Já. Þú þarft að vera keppnismaður bara til þess að verða svona góður náttúrulega. Þannig að hann örugglega að hugsa sér gott í glóðarinnar á komandi tímabilum það að það sé komið tími til þess að taka þessa titla tilbaka. Og það sem ég finnst skemmtilegt núna að núna eigum við ríkjandi meistara í öllum fyrirkomulum. Við eigum ríkjandi meistara í solos, duos, trios og squads sem þýðir það að næst þegar við keppum þetta þá einhver saga á bakvið það. Það einhver sem að venda titilinn og það einhver sem að fara að sækja hann. Og ég held að ekki það að það hafi verið eitthvað viljandi en ég held að Denas og Ækristó hafi gefið okkur svona fullkomna sögu fyrir komandi tíma. Klálega. Þetta er svona, hvað þú sagt, svona supervillan ark hjá Ækristó. Já. Skilur við? Svona fyrstu 2 tímabilin í Elko-deildinni, hann lendi alltaf í öðru sæti og svona kött á svona Ækristó, svona horfandi, svona leiður og svip, svona lappandi með hendur í vösum einhvers staðar. He's back. Og svo finnur hann geislavirka mús í einhverjum ruslagámi eða eitthvað og svo fær hann bara all the power og þá það seinniparturinn Denas að díla við ofurkrafta Ækristó. Svo þetta bara season 3. Já. He's back with a vengeance. Og þá erum við komið með redemption arkin hjá Denasi eftir að Ækristó súpervillan tekur yfir Svo kemur redemption arkin frá Denasi. Við erum bara með okkar eigin Fortnite season sér. Þetta geggjað. Þetta alvöru sögur og alvöru senur sem við erum að fá hérna. En ef að framhaldsteymið okkar yndislega gæti kannski fundið fyrir okkur dagskrá grafíkina þá held ég að það sé hvergi betri tími og staður heldur en akkurat núna að minnast á lokakvöldið sem að næsti viðburðurinn okkar. Heldur betur. Þetta síðasti mánudagurinn okkar í bili. Já, langan tíma held ég. Hvað er að gera? Það góð spurning. Ég að fara að lýsa Counter-Strike. Já. Á 30 og 50. Já. Ég á 15 núna þannig að ég bara bæti við mig auka Counter-Strike minn. Ég bara frís. Já. Miðvikudögum. Já, þannig að við höfum eitthvað annað að gera. Já. Það einhverjir úr deildinni sem að keppa Mozart. Nei, í frís. Já, í FV. Þar Tonka og Aron og Jensína. Já, og þeir eru einu keppnir úr deildinni sem eru í Fortnite frís. Nei. HKP Ponka og Súkulega Snúður. Þeir eru í FSU. Þeir töpuðu Fortnite sínu. Já. Það var mjög skrítið þar. Þeir var FSU á móti Tecno. Já. Og Tecno valdi Counter-Strike, tapaði. FSU valdi Fortnite, tapaði. Já, og hver var það í sætir? Rocket League. Já, hver var hann? Langar að sé FSU, ég man það ekki núna. Ég þurfti að setja það á spott. Hérna sjáum við það laugardagurinn 12. apríl á hádegi. Það lokakvöldið okkar. Ég skal alveg viðurkenna það, ég hélt alveg að það myndi vera fullt í hinum bóksunum í grafíkinu líka, Það bara ekki bara það komið í ljós. Nei, ég aðalega að tala bara með það sem við búið, Já, við værum bara með alltaf, Já. En við sjáum það að það ennþá rosalega mikið af TBD dóti sem á eftir að koma í ljós. En við erum alltaf að vinna í að gera hlutina skemmtilegri, betri og flottari hérna á komandi tímambilum hérna, sjáum við það. Og þarna erum við lokakvöldi spurningamerki apríl, núna vitum við að þetta spurningamerki 12. Já, það ég var vesennið með að ástæða þetta var spurningamerki. Já. Svo var þetta fært til þess að ég geti náttúrulega örugglega komist. Já. En þá sagði einhver, nei. Herru, 12. apríl, laugardagurinn 12. apríl eitthvað sem allir þurfa að setja í dagatali hjá sér akkurat núna og hérna, ég ætla að ná í síman og ég ætla að gera það og á sama tíma og ég að gera það, þá geta allir heima gert með.
Við byrjum á að sækja síman okkar og við förum í dagatalið og þar ítum við á nýjan viðburð. Ég ætla að velja hérna 12. apríl. Þegar við ætlum sko ekki að muna það. 12. apríl bæði við eftir hvað? 1, 2, 3, rétt rúmlega 3,5 viku. Þannig að það smá hvíld, fólk hefur tíma til þess að æfa sig. Kristó getur farið út og leitað að geislavirku músinni og þetta í Elko einmitt og þetta byrjar á slaginu klukkan 12 ekki miðnætti, Ólafur Hrafn Steinarsson 12:00 hádegi og verður hérna í Arena þannig að þetta komið í dagatalið mitt. Þetta komið í dagatalið þitt. Ég ætla að segja þér hvað ég er heimskur. Þú talar að opna kalendir og eitthvað. Ég sagði, já, gerum kalkulétor. Þú reiknaðir hérna A-öru pluss B-öru saman sem C-öru. Já. Sem annað, sko, halló, hversu mikið eru krakkarnir að læra á að horfa á þetta? Við erum búin að læra hérna Guðsstaðalinn, nú erum við búin að læra frábæra reglu. Við getum farið í Pythagoras og meiri algebru hérna næst eða viljið. Ef það var ekki meiri auglýsing til þess að mæta hérna 12. klukkan 12 sem núna komið í kalendarinn mitt. Já. Þetta mitt síðasta sem ég geri fyrir félagið ekki orðinn 30. Klikka. Svo fór bara gamlan kalla til það sko. Helst þegar ég var að segja þá ætla að hætta. Nei. Þá hefði ég verið spennt. Nei, nei, það bara fínt að fá því í gamla kalla klubbinn. Ég hef víst orðinn gammal kall formlega samkvæmt þessari skilgreiningu. Ég vissi það ekki. Ég fæ ekki að heyra annað þessa dagana, þannig að ég þarf að koma þessu áfram. Það gerist líka sko leið og orðinn 30 að þá bara helminga stefnaskiptiðin. Þetta ótrúlega sko. Bara, ég myndi ekki hlaka til sko. Það fer líka meiða þig alls staðar þó þú séð ekki að taka backflip. Það er komið úr þegar sko. Já. Þó að ég sé ekki að taka backflip í herbyggjunni hjá barninu. Þannig með sumt fólk sig. Já, 34 ára gamalt Ólafur eins og fólk. Já, það er svolítið þannig. En já, þetta var æsi skemmtilegt. Skemmtileg 2 kvöld hérna í squads. Við óskum sigurvegarunum öðru sætinu, 3. sætinu, 4., 5., 7. sæti innlega til hamingju með árangurinn. Þetta búið að vera yndislegt hingað til 12. apríl klukkan 12. Ég ætla ekki að segja það aftur, þetta í næst síðasta skipti. Núna síðasta skipti 12. apríl klukkan 12 hér í Arena, lokakvöldi. Þar ætlum við að hittast, hafa gaman, smá páskastemmar í hverfitnum að það verði eitthvað súkkulaði eða annað í búið lúkulúk og við erum komið með frábæra styrktaraðla sem ætti að gera þetta að ógleymanlegu og skemmtilegu kvöldi. Mætið þið, mætið með vin ykkar, mætið með fjölskyldu, ömmu, afa, frænkur, frændur, helst einhvern úr sveitinni sem kemur inn á lopapeysunum og segir hvað er þetta tölvuvesen? Það er það sem ég vil sjá hér og ég laka til að sjá okkur öll 12. apríl klukkan 12. En fyrir mig og Aron þá þökkum við kærlega fyrir þetta tímabil af Elko-deildinni hér í Fortnite og við sjáumst hér í Arena 12. apríl. Þangað til á bless. Wait, is he switching lanes?